Emil, hvernig bara tilfinningin eftir sigur Húsavík? Hún virkilega ljúf bara. Það komið tími á þetta, fannst okkur. Áttum, eins og ræddum við Árna þjálfara í hálfleik þegar ég var tekinn út. Þetta var ekkert besti hálfleikur sem við mátt sko, en þetta það stemning hérna, þetta erfiður útivöllar að sækja. Það verið að vígja stúku, það öll stemning með þeim, það erfitt að koma og eyðileggja þetta partí. Það mun einhvern veginn öll stemning vera með þeim í liði en það bara professional að geta klárað þetta svona og sigla svo helviti örugt heim í lokin. Aðeins út í þessa stemningu, það var alveg verið að láta þig heyra þess að ekki? Jú, ég fekk að heyra það. Það eins og einhver hafi lekið þeim upplýsingum að ég tekin út af í hálfleik því þeir voru byrjaðir að tjanta það strax á 14. mínútu mann rétt. En það gott, þetta espir mann svolítið upp og gaman að geta svara bara inn á vellinum og þeir tóku vel í það líka bara þegar maður lætur að heyra það tilbaka. Nákvæmlega, var það fyrirfram planað að þú færir út af í hálfleik? Já, ég átti bara að spila hálfleik í dag og náttúrulega komið tilbaka bara eftir hnémeiðsli og það yfirleitt svona, það aðeins auðveldara að byrja leikinn og venjast tempóinu heldur en að koma inn í hann, þannig það var planið sko og núna bara þarf maður að fá fleiri mínútur í skrokkinn og vonandi bara geta hjálpað liðinu áfram og koma aftur á sigurbraut. Þeir spiluðu þetta í fyrra marki, varstu að reyna að finna Pablo, varstu að skjóta? Ég var að reyna að finna Pablo. Var það þægilegur? Já. En í seinna markið, þú ert auðvitað að reyna að skjóta það sjá það allir, en bjóstu það að myndi fara inn? Ég bjóstu það að myndi fara inn, en hvernig hann fór inn, ég bjóst kannski ekki alveg við því. Auðvitað mann býst við að öll skot sín fara inn sko, þó þau fara nú ekki öll inn, en þetta lag inn á endanum. Bara fyrir liðið, langt fyrir á þau sigur, hvernig, maður heyraði fagnir vel inn í klefa, er þetta léttir? Já, auðvitað, við vorum nú svona að reyna að tala um það, þetta ætti ekki að vera léttir sko, en það nú kannski svona ósjálfrátt svona pínu stress í hópnum að við erum ekki komin með fleiri sigur á töflunum en þetta, en ég hugsa að svona í seinni hálfleik þegar við setjum þriðja markið að þá kom léttir og mér fannst spilarsmennskan okkar eftir það að vera svona svolítið, nú erum við aldrei búin að brjóta þetta körs og bara nú getum við fara að sýna okkar rétta andlit og mér fannst við vera hennar síðasta korterið bara taka öllu völdu á vellinum og síðasta markið var svona hvað við viljum sýna. Þetta var svona okkar rétta spilamennska og það óeigingirni í Theodóri að leggja hann á Eyþór og Nikki gerir mjög vel og núna bara vonandi getum við haldið áfram að sýna þessa hlið. Fyrri hálfleikur var svolítið skrappi, þetta var svolítið svona, við vorum svolítið slitnir en náum að vera 2-0 yfir í hálfleik sem auðvitað góð stað til að koma inn í seinni hálfleik en já, mér fannst svona að síðasta korter kannski meira það sem við viljum sýna restina af sumrinu. Fyrir þennan leik og kannski leikinn á undan, gengi ekki verið gott umræðum bara starfi hjá þjálfaranum ykkar, teppar þetta eitthvað hópnu saman, viljið þið gera þetta ennþá meira fyrir hann? Já, starfið aldrei hættu, við stöndum allir hver einasti leikmaður liðinn á bak við hann. Hann búinn að breyta þessu liði mjög mikið finnst mér og það tekur tíma þegar þú kemur nýjar áherslur að bara ná stabileika og ég meina auðvitað var þetta kannski lengri kafli en við höfum vonast til og byggust við af því það gekk vel á undirbúningstímabilinu en auðvitað viljum við gera þetta fyrir hann af því hann búinn að kenna og sýna okkur hvernig við viljum spila og það mjög skemmtilegt að spila þennan fótbolta og spila fyrir hann ána þannig það bara, það klárlega fyrir hann en eins og ég segi, starfið aldrei hættu af því að öll tölfræði sýndi, við erum búin að vera að spila vel en það eru bara svona þessi litlu 1-2% sem hafa ekki verið að detta með okkur. Toppliðið næst að koma í heimsókn í Árbæinn, hvernig líst þér á ÍR? Bara mjög vel, bara flott lið með bara góðan þjálfara, góðan hóp og bara get ekki beðið eftir að takast á við á 4th of July í lautinni. Fleiri mínútur á þig? Já, vonandi. Það verður bara vonandi nærmaður að recovera vel til þennan leik og skila enn fleiri mínútum á aðeins meira tempó en ég gerði í dag. Mér fannst ég vera svolítið þungur og orkulaus en það bara, þetta tekur allt tíma en þetta fljótt að koma. Takk fyrir þetta Emil. Takk sömuleiðis.